við skulum leysa dæmi 2 í skiludæmi 2. Þar erum við að hugsa pylsur. Við getum pantað okkur pylsu með tómatsósu, sinnepi, rauðmáli, steiktan lauk og hráum. Nöfnin skipta svo sem mikið máli, við erum bara með meðlæti og það eru 5 tegundir meðlæti. Ok, og í fyrsta lagi, hversu margir möguleikar eru að því að panta sér pylsu? Það er að segja, hvað get ég pantað með pylsu á marga vegu? Þetta er einfallega bara dæmi hlutmengi, hversu mörg hlutmengi ef ég hugsa mér mengið tómatsósa, sinnepi, rauðmáli, steiktan og hráum, hvað get ég valið með hlutmengi á marga vegu? Það er að segja, ég gæti valið mér hlutmengið, segjum tómatur og steiktur. Ok, ég ætla að panta með pylsu með tómat og steiktur. Þá er ég búin að búa til hérna þetta hlutmengi, þannig að hver svona pöntu með pylsu er bara hlutmengi í þessu hérna stóra mengi. Þannig að það að panta sér pylsu er í raun bara að taka 5 ákvarðanir. Það er að segja, ætli ég að vera með tómatsósu eða ekki, ætli ég að fá með sinnepi eða ekki, rauðmáli eða ekki, steiktan lauk eða ekki, eða hráan lauk eða ekki. Þannig að, ef við hugsum þetta svona, þá sjáum við að í hvert skipti hef ég 2 möguleika, ekki satt. Þannig að ég hef, ok, tökum þetta bara út hérna og allt í lagi, ég hef 2 möguleika. Og á því að vel mér tómat. Hvort ætli ég að vera með tómatsósu eða ekki. Og svo fyrir sinnep hef ég 2 möguleika, annarkvort með eða ekki. Ok, þetta táknar sinnepið. Hérna, alltaf leið, svo kolli og kolli, við erum farin að sjá hvernig þetta virkar. Þannig að svo hef ég 2 valmöguleika með rauðmálaði, 2 með steiktan lauk og 2 með hráan lauk. Ok, við skulum gera þetta einhvern veginn. Þannig að þetta er rauðmálaði, steiktur laukur og hrár laukur. Hérna. Ok, þannig við fáum 5 sinnum 2 sinnum 2 sig. Það eru 2 í 5. Sem er formúlan sem við lærðum áður með fjölda hlutmengja í 5 staka mengi og það 2 í 5. Það eru 32 ef að minnið bregst mér ekki. Ok, hversu margir möguleikar á því að velja ekki fleiri en færri en 3 meðlæti, þá erum við í raun að velja hlutmengi sem að verður að hafa 3 stök. Þannig að þessi 3 stök geta verið tómatsósa, sinnep og steiktur. En við verðum alltaf að hafa bara 3. Jæja, við kunnum formúlu fyrir þessu og ættum að kunna hann nokkuð vel. Það að skrifa 5C3 þýðir bara nákvæmlega þetta. Með hversu marga vegu, ég við með 5 möguleika, hversu marga vegu get ég valið einhverja 3 í hlutmengi. Þetta tákn þýðir bara nákvæmlega það. Þannig að, og svo munum við formúluna fyrir þessu, þá tek ég þessa tölu og ger ég 5 hrópmert. Svo fyrir neðanstrik ger ég þessi tala hrópmert, það er að segja 3 hrópmert og svo ger ég mismuninn. 5 mínus 3, það eru 2 hrópmert. Ok, 5 hrópmert, það þýðir bara 5 sinnum 4 sinnum 3 sinnum 2 sinnum 1 og 3 hrópmert er 3 sinnum 2 sinnum 1 og 2 hrópmert er 2 sinnum 1, allt í lagi. Við sjáum hérna að 3 styttist hérna út. Betra að gera þetta einhvern veginn svona. Þannig að 3 styttist hérna út á móti 3 hérna, þessi tvistur hérna styttist út á móti þessum. Ásætni skiptir ekki máli, ok. Svo getum við gert hérna 2 styttist út á móti 4 og verður hérna 2 eftir.
Þannig að það sem við fáum út er 5 sinnum 2, það er 10. Það er nú ekki það margir möguleikar, þannig við hefðum alveg getað talið þetta nokkuð. En já, 10 möguleikar. Hérna notum við bara formúlu beint, þannig að það er ekki mikið að rökstyðja. Ok, ef við segjum að við megum hafa sósu undir eða yfir pylsuna, hversu margir eru heildarmöguleikarnir þá? Já, nú erum við bara búin að breyta fyrir fyrstu formúluna aðeins, þannig að fyrst, ef ég ætla að velja að hafa, fyrst ætla ég að athuga hvað ég ætla að gera með tómatsósuna. Tómatsósu. Ok, það eru eitthvað margir möguleikar, og svo eru sinnep, remulaði, steiktur laukur og rárlaukur. Gerum þetta bara alveg svo aðan. Nema núna, þegar ég er með tómatsósuna, þá hef ég 3 möguleika. Ég hef annarkvort möguleikan að hafa hana á, hafa hana undir eða hafa hana yfir. Eða það er að segja, nei, hafa hana undir eða yfir eða sleppin alfarið. Þannig að það eru 3 möguleikar. Og fyrir sinnepið hef ég 3 möguleika, fyrir remulaði hef ég 3 möguleika, en ennþá fyrir steiktan lauk og rárlauk hef ég 2 möguleika og 2 möguleika. Ok, þetta eru 3 í þriðja, sinnum 2 í öðru. Ok, það eru 3 í þriðja, það eru 3 og 9 sem eru 27, sinnum 4. Ok, þetta eru 108.